Komiði sæl. Öldruðum fjölgar ár frá ári sem að þýðir að það þarf að veita þeim aukna þjónustu á öllum sviðum. Halldór S. Guðmundsson framkvæmdastjóri öldrunarheimila Akureyrar. Velkominn. Takk fyrir það. Já, á margan hátt þá má kannski segja að þeir einstaklingar sem að eru á öldrunarheimilum víðsvegar landið, að þetta sé sú kynslóð sem að kom þjóðinni á þann stall sem hún í dag. Hægt að segja að þessi kynslóð eigi það skilið að eiga áhyggjulaust ævikvöld? Já, það er alltaf svolítið spurning hvað maður leggur í hugtakið áhyggjulaust ævikvöld og líka hvort að það sé í raun og veru hverju manni heppilegt í raun og veru að vera áhyggjulaus. Ég held að það sé nú ekkert lífskeið án þess að hafa áhyggjur og í raun og veru snýst þetta meira kannski það hvort við viljum gera vel við eldra fólk og viljum gæta þess að velferðarþjónustan sé af þeim gæðum og því innihaldi að eldra fólki líði vel og sérstaklega þá þeirri kynslóð sem við vitum náttúrulega búin að byggja upp þetta samfélag eins og við þekkjum það í dag. Öldrunarheimili Akureyrar eru rekin á Akureyri af bænum en ekki af ríkinu eins og víðast hvar að ég held. Hver munurinn? Munurinn upphaflega lá náttúrulega í því að Akureyrarbær árið 1996 tók það ákvörðun að samþætta þjónustuna og fór inn í svokallað tilraunasveitarfélagaverkefni ásamt 3 öðrum sveitarfélögum, Hafnarfirði og Höfn í Hornafirði allavega, ég man ekki hvort það voru fleiri. Og þarna var stigið mjög skemmtilegt og spennandi skref sem snerist það að samþætta þjónustuna. Og eitt af því var að samþætta málefni fatlaðra og samþætta velferðarþjónustuna, heilbrigðisþjónustuna og málefni aldraðra. Þetta gerðu Akureyringar bara á mjög skemmtilegan hátt á þessum tíma og öldrunarheimili Akureyrar hafa verið innan borðs hjá stjórnsýslunni á Akureyri síðan. Svipað sögu að segja hjá Höfn í Hornafirði, þar sem að þessi mál eru með svipuðu sniði. Hins vegar hefur það raknað örlítið upp hérna hjá okkur. Þetta margfræga Akureyrarmódel sem hefur verið, eða Akureyrarlíkan reyndar, sem hefur á sögu sína til 1996. Að það hefur aðeins raknað upp vegna þess að ríkið komið inn í heilbrigðisþjónustuna og heimahjúkrunina. Við Akureyringar erum ennþá að veita heimaþjónustuna og þann þátt og við erum ennþá með fötlunarmálin og grunnskólarnir eru komnir yfir. Og við erum með öldrunarheimilin og það sem við eigum í raun og veru kannski svona næsta skref okkar væri svolítið að taka þá upp fyrirmyndina frá þeim í Reykjavík sem að komu hingað norður fyrir nokkrum árum síðan, fyrir kannski 10 árum síðan og tóku afrit af gamla Akureyrarmódelinu og fóru með suður. Og núna til dæmis heimahjúkrun og heimaþjónusta á höfuðborgarsvæðinu veitt af Reykjavíkurborg. En Akureyrarbær ekki alveg kominn þangað. Þannig að ég held að, ég myndi giska á að framundan væri þau verkefni á einhverjum næstu árum að Akureyrarbær gerði jafnvel ennþá frekar og meira og samþætti þjónustu við eldra fólk innan sinna stjórnsýslu. En þetta sem sagt, samningur þá við ríkið. Mikill munur á því svona rekstrarlega hvort það ríkið eða sveitarfélagið sem að sér reksturinn? Það stundu talað að svokölluð nær þjónusta, að hún sé betur fyrir komið hjá bænum, sveitarfélagum. Já, og það í raun og veru svona grundvallarprinsipp í allri velferðarþjónustunni og sérstaklega áberandi núna í seinni tíð, og það þetta með einstaklingsmiðun, persónumiðun og svona nærþjónustu. Það að segja að nota auðlindirnar í kringum einstaklingin, ekki bara færa honum, lyfseðilinn eða hreyfiseðilinn eða eitthvað slíkt, heldur vinna með umhverfið og heildarmyndina til þess að ná farsælli þróun. Og það í raun og veru þannig sem að menn sjá fyrir sér og það búið að gera það á Norðurlöndunum í árafjöld að verkefni á sviði hjúkrunar fyrir eldra fólk og umönnun fyrir eldra fólk alfarið hjá sveitarfélögunum og í meira og meira mæli hefur það verið þannig. Og við sjáum þessa tendensa líka hér vegna þess að málefni fatlaðra og grunnskólinn hafa verið flutt í sveitarfélaga. Við hlustum á sveitarstjórnarmenn og
og ráðherra tala þá góðum stundum að það eigi að efla sveitarstjórnarstigið og næsta skref í því málefni aldraðra. Það eiginlega alveg augljóst. Og ég held að sko reynslan annars staðar frá og líka bara umræðan sem hefur verið hér á landi til dæmis vöntun á samhæfingu, þessari kassahugsun eða sílóhugsun, þar sem að einstaklingurinn í einu sílói og kemst ekki yfir í næsta fyrir heldur en við einhver ákveðnar aðgerðir eða lendir í gráu svæði mitt á milli þeirra. Þetta eitthvað sem er orðið svo áberandi og þetta felur í sér að það á sér stað ákveðin þróun eða kannski hindrar það ákveðin þróun farið fram og við erum í raun og veru að sóa tíma. Við erum að sóa lífsgæðum fyrir notandann og við erum að sóa tíma starfsfólks. Þannig að ég held að sko sveitarstjórnarstigið það er mitt mat, mín skoðun og ég skoða þetta talsvert lengi og skrifaði þetta líka, að ég held að sko málefni aldraðra séu miklu betur komin þar hjá sveitarfélögunum heldur en hjá ríkinu. Er mikill munur á því? Já, það er mikill munur á því. Ég veit ekki betur heldur en að við séum stöðugt að fá alls konar meldingar það að við séum að gera hlutina með öðrum hætti hér á Akureyri heldur en bara á mörgum öðrum stöðum og okkur hefur tekist að gera það vegna þess að þetta hérna heima. Það er ein af ástæðanum fyrir því að við viljum gera vel og höfum verið að gera vel. Þetta eru ýmsar aðra breytur sem skipta máli inn í þetta en ég trúi því að sveitarfélögin sé betur til þess fallin að gera þetta. En þú þekkir væntanlega vel til starfsemi stofnana og öldrunarheimila víðsvegar landið, reksturinn gilda væntanlega ákveðnar reglur og lög, en reksturinn mismunandi eftir því hvar þú ber niður á landinu? Hann er mjög mismunandi. Þrátt fyrir að séu kannski sömu reglur? Já. Jafnvel út af því vegna þess einfaldlega og það kemur kannski skýrast fram í því að bara svona einfaldur hlutur eins og bara svokölluð mönnunarviðmið. Landlæknir gefur út ykkur viðmið það að það skuli að öllu jöfnu bjóða upp á ákveðin hlutföll af starfsfólki sem hjúkrunarmenntað, fagmenntað og það skuli vera svo marga klukkustundir fyrir hvern íbúa og þar fram til göttunum. Niðurstaðan þegar við erum að reyna að gera samanburð og það hefur verið hluti af rekstrarumræðinu málefni öldrunarheimilana hér hjá Akureyrarbæ á síðustu árum að við höfum verið að skoða til samanburðar hvað er að gerast hjá öðrum þá kemur alltaf í ljós að þetta módel, mönnunarmódel eða hvað við köllum það, bara mjög mismunandi á milli staða og það er ekki hægt að festa hendur á því hvar kostnaðurinn í raun og veru liggur sem að við erum með bókfærðan hjá okkur. Klassískt dæmi í því efni bara svona til dæmis eins og að við förum kannski inn á hjúkrunarheimili annars staðar á landinu og það er ekki verið að reikna kostnað inn á viðkomandi heimili í formi húsaleigu. Öldrunarheimili Akureyrar borga eðli máls samkvæmt húsaleigu fyrir það húsnæði sem það leigir af bænum. Á öðrum stöðum er ekki verið að gera þetta, en við erum samt í samanburðinum það að við séum dýrari eða ódýrari, bara svona sem lítið dæmi varðandi rekstrardæmi. En svo er þetta líka í gæðamálunum vegna þess að við erum svo heppin hér að sko við erum eiginlega dálítið einstök að því leyti að við erum eina heimilið eins og ég var að nefna sem að í raun og veru nær því að vera nálagt viðmiðum landlæknis mönnun. Og við eigum held ég að vera númer 1 stolt af því að hjá okkur er faghópur, fagmenntaður hópur, mjög öflugur sem heldur upp í gæðum og starfi og gerir það verkum að við erum núna kannski þekkt fyrir sköpun í faglegu starfi og við erum líka þekkt fyrir sköpun í nýsköpun og tækni. En þegar maður fer og kynnir sér ykkar starfsemi og markmið, þá er markmið að veita sem bestu mögulegu þjónustu, en það er eitt að veita þjónustu og svo er það annars fjárheimildirnar, að það hljóta að vera fjármunirnir sem að stýra ansi miklu þrátt fyrir að það sé einhver stefna í gangi bestu mögulegu þjónustu. Já. Það er alveg rétt að vissilega hefur það áhrif og það setur okkur mörk, það setur okkur ramma. En við höfum
við hjá öldrunarheimilum Akureyri höfum verið svo heppin að bæjaryfirvöld Akureyri leggja metnað sinn í því að reka góða þjónustu fyrir eldra fólk. Og öldrunarheimilin eru bara flaggskipið í þeim flota held ég. Það þannig? Já. Þið sem sagt hafið innleitt svo kallað EDEN-stefnu og hafið fengið verðlaun ef ég mann rétt fyrir sem sagt þetta allt saman. Já. Út á hvað gengur þessi EDEN-stefna? Hún gengur svolítið út á þetta sem ég nefndi áðan, þetta með persónumiðunina, skapa heimilislegan brag, taka mið af einstaklingunum og sinna einstaklingunum. Svona styðsta útgáfan í sambandi við EDEN-stefnuna er að sko íbúarnir búi á þessu heimili, en þetta sé ekki bara vinnustaður okkar og þeir skulu aðlaga sig að því hvernig við viljum hafa hlutina. Þannig að líðan og lífsgæði íbúana, sjálfræði þeirra, bera umhyggju fyrir þeim, virða þá, veita þeim mögulega aðstoð og umönnun þannig að þeir geti búið að gleði og þátttöku í því starfi sem þarna fyrir fram. Það svona kjarninn í EDEN-stefnunni. Í sjálfu sér kannski ekkert nýtt en þegar við erum að tala sko dæmigerða heilbrigðisstofnun, þar ferðu inn í ákveðið fyrirkomulag. Þú ferð inn í bráðadeildina, legudeildina eða skurðdeildina, hvað það er. Og það eru svona meira það sem við köllum svona altækar stofnanir, þar sem þú kemur inn og þú ferð inn í ákveðið prósjekt, ákveðið ferli. En þegar þú kemur inn á öldrunarheimili eða hjúkrunarheimili, þar þú að koma inn með þitt heimili, með þína sæng, þín handklæði og þínar hugmyndir það hvernig þú vilt búa þetta herbergi og þínar vistarverur. Og hvaða áhugamál þú hefur til þess að taka þátt í því lífi og starfi sem þar og svo eitthvað starfsfólk sem kemur á aðstoði við að reyna að láta það ganga upp. En til þess að búa til umgjörð utan heimilið, starfsfólki til dæmis, það í vinnuklæðnaði, hvítum sloppum eða einhverju því líka? Nei, sem betur fyrir ekki. Það var af hálfu starfsmanna lögð fram hugmynd það fyrir mörgum árum síðan í Hlíð, einmitt að fjarlægja starfsmannabúninga. Og það gestir og gangandi sem koma til okkur hafa alltaf orð á því hvað þetta heimilislegt, meðal annars út af því að þetta ekki hvítir sloppar og við notum orðið sloppana miklum frekar bara svona sem grímudagsklæðnað á öskudaginn. Einhverjar orðin eru umhyggja, virðing og samvinna. Ég byrjum þá á umhyggjunni, hver rauði þráðurinn í að ná fram því markmiði? Já, það í raun og veru þetta sem liggur í því að sko, við reynum að mæta einstaklingnum það sem hann það er að segja hitta hann og finna út hvað það sem hann þarf að halda og vinna með honum. Við veita honum þáttöku og svo koma hinn lykilorðin okkar í beinu framhaldi af því að við getum ekki veitt þessa umhyggju eða umönnun öðruvísi heldur en að gera það með virðingu og í samvinnu við einstaklinginn sem að síðan í lokin veitir. Ef að þetta tekst að veita umhyggju, samvinnu og virðingu, þá skapast gleði og gleðin liggur í því að íbúinn upplifir það að hann fái það sem hann langaði til og þörfum hans mætt einhverju marki eða hann hefur tekið þátt í gleðiríkum athöfnum. Og EDEN-stefnan bætir því svo við að hann hefur átt þátt í að skapa. Fyrir starfsfólkið þýðir þetta gleði vegna þess að það hefur náð markmiði dagsins. Það hefur leyst verkefninu vel á hólmi með notandanum og hann fer glaður, starfsmaðurinn og íbúinn fara glaður frá því verki. Þannig þessi hugtöku gildi okkar kristölluð í raun og veru sambandinu á milli notandans og starfsmannsins. Og gleðin, hún kannski kostar ekki neitt? Nei, hún nefnilega alveg ótrúlega. Hún í raun og veru sko uppskeran í umhyggjunni. Vegna þess að ef að þú gefur einhverjum eða vilt gefa honum umhyggju eða veit honum umhyggju eða veit honum stuðning með einhverjum hætti, þá það ekki vegna þess að þú sért að bíða eftir því að móttakandinn verði glaður. Þú veist fyrirfram að það þínar þarfir sem að verða uppfylltar og þú verður glaður. Maður sér svona alltaf öðru hvoru í fréttum frá öldrunarheimilum Akureyrar. Það sem sagt, það eru lömb í garðinum og það sem sagt verið að halda hænur og svo framvegis. Þetta allt saman liður í þessu eða hvað að reka heimili? Já. Fiskar, hundar, kettir, kindur, kanínur, fuglar og lömb og hvað það heita vill allt saman. Þetta bara hluti af því sem að við reynum að krydda inn í tilveruna alveg svo hafa blóm og huggulegheit, sko. Þannig að þetta bara hluti af því að færa svolítið lífið, fortíðina í sömu tilfellum. Og það
bara svona eins og margir hafa séð af myndum í fjölmiðlum og annað, það veitir sko íbúum okkar talsverða gleði að fá tækifæri til þess að gefa og sinna þörfum lambanna eða kanínanna eða hvað það og gefa þeim að drekka eða borða eða sinna þeim eða hlúa þeim og veita þeim umhyggju, klappa þeim, halda þeim eða hvað sem það vill. Þetta bara hluti af því að þroskast, halda áfram að þroskast sem einstaklingur og fá að gefa af sér, þó maður sé gamall. Hvað með íbúa lýðræði? Já, það svolítið vand með farið, sko. Vegna þess að við erum náttúrulega líka annars vegar að tala fólk sem talsvert mikið veikt, sem inn á hjúkrunarheimilum og inn á öldrunarheimilum. Og svo í hinna röndina erum við óska eftir því að það taki þátt og leggja mörkum. Og þessi balans alltaf svolítið viðkvæmur og kannski finnst einhverjum að það sé ósamrýmanlegt. En okkar svar og svar EDIN-stefnunnar í raun og veru eftir getu. Miðað við þína getu, hvernig getur þú hjálpað til? Og þetta klassíska væri til dæmis að sko, margir muna nú eftir veðurklúbbnum á Dalvík til dæmis, hann allt í einu hafði hlutverk bara með því að segja fréttir af veðri og spá fyrir veður. Hjá okkur þá gæti það þess vegna verið bara eiga eldra fólki að hafa skoðun á því hvað á matseðlinum, hvort það eru gellur eða sushi, eða pizza eða pasta. Skilurðu, hvað það sem stjórnar viðmiðunum hjá okkur og þarna og það bara satt að segja, þarna eigum við allt of mikið eftir að gera. Við eigum eftir að veita og svona virkja eldra fólki hjá okkur í miklu meira mæli heldur en okkur hefur tekist að gera hingað til. En fyrst þurftum við að afstofnanavæða okkur yfir í það að verða heimili þar sem tekið tillit til þarfa. En hvað segja svona mælingar sem að þið hafið væntanlega látið gera? Hvað segja þær kannanir sem að þið hafið gert ánægju vogin eða hvernig fólkinu líður og hvort það sé að upplifa þetta sem raunverulegt heimili? Það gefa sko svona heilt yfir, við gerum það í sem hluta af EDIN-fræðunum að gera kannanir og þar erum við með svona 74 upp í 80% sem að íbúa sem eru ánægðir og upplifa þetta sem heimili, upplifa hlýleika og svona umhyggju hjá okkur. En það alltaf einhver hópur sem kannski nýkominn eða næri ekki að taka þátt. En þessi 75-80% þau eru bæði hjá aðstandendum og líka hjá íbúanum. Þannig að við erum þokkalega stödd svona miðað við margt annað, en við vildum auðvitað sjá þetta í 100. Það markmiðið. Það ekkert langt síðan það var í fréttum að því að þið fenguð verðlaun fyrir opinbera stjórnsýslu minni mig að það hafi heitið í þeim flokki og snerist lyfjaskömmtunarkerfi og lyfjaskömmtun náttúrulega ansi stór og þáttur sem að þarf að fara varlega með. Já, það verður alltaf verið dálítið viðkvæmur þáttur í og þar eru ríkar faglegar kröfur sem að hjúkrunarfræðingarnir okkar þurfa að sinna. Það sem að við fengum þarna viðurkenningu fyrir það að vera með eða hafa tekið þátt í verkefni sem að hugbúnaðarfyrirtækið Þula hér á Akureyri og Lyfjaveri Reykjavík eiga í raun og veru upprunann að. Það kveiknaði hugmynd hjá okkur að við gætum kannski gert hlutin einhvern öðruvísi og við fórum að leita eftir skoðunum á því og þá kom í ljós að það var áhugi á fleiri stöðum fyrir sömu hlutum. Þannig að við fórum í þetta verkefni og fengum viðurkenningu fyrir nýsköpun í opinberri stjórnsýslu. Þannig að þetta rafræn lausn? Já, þetta rafræn lausn, þar sem við erum að fylgjast með öllu lagerbókhaldinu hjá okkur, hvaða pillur koma inn og hvaða pillur fara út. Allt skráð í gegnum rafræna bara svona skanna eins og á bónuskassanum. Og það alveg sama hvort það ein tafla eða margar töflur eða hálf, þetta allt skannað inn og út og þetta gerir það verkum að vinnuálag, svona stressaálag sem að getur orðið til, það hefur bara minnkað verulega vegna þess að nú heldur þessi búnaður alveg utan það að lagerinn okkar alltaf í lagi og hann sendir sjálfvirkar pantanir til Lyfjavers og við fáum það bara tilbaka. Þannig að það gleymist aldrei að panta? Nei, það gleymist ekkert að panta og þegar hjúkrunarfræðingurinn kemur á vakt þá veit hann það að ákveðið lágmarksbúr af lyfjum alltaf til staðar og ef það ekki til staðar þá það á leiðinni til hans. Þannig að hún þarf ekki að byrja á því að telja töflur. En hvernig var þetta áður? Var þetta bara svona gamla góða stílabókin?
Já, það svona alltaf því. Þetta var náttúrulega mikið umtalningar og mikla yfirlegu og svo þetta líka þannig að við höfum farið aðeins skrefinu lengra síðan við fengum þessa viðurkenningu. Því að við erum núna farin að taka til dæmis eiturefnin, svokölluðu ávanabindandi efni sem verið að gefa eins og verkjastillandi lyf og þess háttar, að þau voru í stílabókinni, hérna gömlu stílabókinni, það þurfti alltaf 2 einstaklingar að koma til og kvitta nánast upp á Nonni tók eina töflu og fór með svo það væri örugglega ekki nein misnotkun í gangi. Nú þetta komið inn í rafrænar bækur og það bara nýtt á Íslandi og þetta þekkt erlendis en þetta mun og farið að spara okkur verulegan tíma í mannaflanum og líka peninga. Stefna stjórnvalda að ég held að sem flestir geti verið heima hjá sér sem lengst. Hvernig gengur það? Það gengur á Íslandi allt of hægt að uppfylla þessi markmið og síðasta úttekt í þessu efni var gerð í maí í vor af embætti landlæknis þar sem að KPMG var fengið til að gera úttekt á stöðu mála varðandi mat og matsaðferðir á því hvernig við röðum inn í úrræðin. Niðurstaðan þar sýnd í mjög einföldum hætti á einni töflu og einni mynd sko að við eigum í fyrsta lagi Norðurlandamet í að vera með lítið af heimahjúkrun og heimaþjónustu og við eigum Norðurlandamet í því að vista fólk á stofnunum, hjúkrunarheimilum og sjúkrahúsum. Þannig að það verulega, en sko við erum búin að segja í 35 ár að þetta eigi að vera einhvern veginn öðruvísi en okkur gengur þetta brösulega og flestir eru þeirra skoðunar að það þurfi að bæta verulega í heimahjúkrunarþáttinn og heimaþjónustu þáttinn bara allan og þar erum við að gera hluti líka sem að vonandi verða til eftirbreytni. En aftur með íbúalýðræðið og hvernig svona heimili eru rekin, hvað með svona samvinnu við aðstandendur? Þetta hlýtur að vera svolítið mikilvægur þáttur líka. Þetta alltaf vaxandi og mjög mikilvægur þáttur sko. Það til dæmis fjölskyldufundir það vaxandi verkefni og í raun og veru bara gott verkefni, þetta svo gott verkfæri. Við þyrftum að gera, við gætum gert meira af því en það alveg rosalega mikið gert hjá okkur, við viljum meina það en það má kannski segja að eftir því þegar að fjölskyldan hættir að vera kannski öll á sama stað eins og í dag, fjölskyldan vítt og breytt heiminn jafnvel og við viljum gjarna virkja fólk inn í það að taka þátt í fjölskyldufundum. Þannig að þar höfum við verið að þróa okkur, til dæmis að bjóða inn í fjarfundabúnaði inn á fjölskyldufundi þar sem við á. En aðstandenda, það að vinna með fjölskyldunni afskaplega mikilvægt og eitt af þessum grunnatriðum í EDIN-stefnunni til þess að halda tengslum einstaklingsins við fjölskyldu sín og nærumhverfi. En hvað þá með samvinnu við alls konar samtök, Alzheimers, samtökin og fleiri? Já, þar náttúrulega erum við að stíga líka nýtt skref eins og kannski liggur í þeim samningi sem við opinberuðum fyrir ekkert svo löngu síðan við Alzheimer samtökin. Við höfum kallað eftir því að fá meiri þáttöku og meiri hlutdeild í umræðinu þróunina varðandi aðstoð og þjónustu, úrræði og ráðgjöf fyrir heilabilaða eða einstaklinga með heilabilun. Þess vegna förum við inn í þetta samstarf á vissan hátt. Við vorum áður búin að vera talsvert í samstarfi, sjálfboðastarfi líka, með Alzheimer samtökunum. En núna erum við sérstaklega að reyna að koma okkur á framfæri og koma inn í þetta og okkar framlag núna liggur í því að við höfum öldrunarheimili Akureyrar eru eina hjúkrunarheimili á landinu sem með starfandi sérfræðing á sviði heilabilunar. Við réðum til okkar hjúkrunarfræðing sem sinnir þessu verkefni eingöngu og það í raun og veru hluti af þessu samkomulagi sem við gerum við Alzheimer samtökin. Það að efla þessa ráðgjöf fyrir aðstandendur og einstaklinga. Þannig að það mætti bæta alveg við fleiri samtökum svona, sérðu það fyrir þér að það gerist svona á næstunni? Já, ég sé nú alveg fyrir mér sko að það verði, ég á vona því að sko eins og þú ert búin að nefna, ég held að stóri breytingin hjá okkur, hún verður til dæmis á sviði samstarf fyrir fjölskyldur og aðstandendur. Þar eigum við eftir talsvert mikið og svo aftur með notendunum sjálfum og þáttökunum og aðild þeirra að því að hafa einhverja skoðun á því hvað við erum að gera.
Almennt starfsfólk á öldrunarheimilum sjálfsagt ekkert of vel haldið í launum þegar við svona tala ófaglegt starfsfólk. Hægt að segja með réttu að þetta fólk það haldi að stórum hluta uppi starfseminni og að þetta sé margt af þessu fólki sé þarna sem hugsunastarf mjög með? Já, ég held að það sé svolítið mikið þannig að þeir sem velja sig inn í umönnun þarna eða í einhverjum öðrum geira, þeir gera það svolítið út frá svona einhverjum grunnleggjandi lífsvilja, einhverju skoðunum eða viðhorfum. Þannig að það er meira heldur en launaumslagið sem telur þegar þú ert að fara inn í þetta mat. En ég er alveg sammálaður í því að sko starfsfólkið hjá okkur það bil rétt helmingur fer í þennan flokk sem að myndi vera ekki faglært fólk. Og þetta er náttúrulega burðarásinn að segja sig sjálft þegar helmingurinn af starfsfólkinu þar og það er örugglega ekki ofvalið af sínum launum. Ég ætla ekki að reyna að halda því fram. En hins vegar eigum við líka sterkan kjarna af fagfólki, bæði sjúkraliðum og hjúkrunarfræðingum og við erum í raun og veru dálítið einstök þar og að halda uppi þessu faglega starfi sem að við höfum náð að gera meðal annars með tilkomi háskólans og námsins þar og þá kannski rekrúterast eða við náum í fólk til þess að vinna þarna hjá okkur. Og svo er náttúrulega bara metnaðurinn sem þarna. Þannig að í dag er það sem ég kýs að kalla og sem kalla fagafl, sem sagt aflið í fagmennskunni hjá okkur, það er orðið mjög mikið. Það er mikið fagafl innan öldrunarheimila og sýnir sig kannski best í því að fyrir nokkrum árum síðan var ekkert óalgengt að í hvert skipti sem einhver fékk hita eða veiktist eða gerðist eitthvað, að þá var hann bara sendur niður á sjúkrahús. Þetta er bara undantekning ef það gerist í dag að öldrunarheimilin ráði ekki við sín verkefni og með því fagafli sem við erum með í dag. Þetta starf þitt, þú hefur verið í allnokkur ár sem framkvæmdastjóri öldrunarheimila Akureyrar. Bara svona saman dregið, hvað hefur þú nú lært af því að umgangast þér eldra fólk? Það er nú langt mál, ég ætla að fara í gegnum það. Stuttasvarið? Já, stuttasvarið. Ég byrjaði snemma að sitja, ég held ég að verið 3 ára, 4 ára, sitja upp í stíg og horfa á ömmu mín og hennar félaga spila á spil. Því ég var ekki nógu gamall til að taka þátt. Og ég hef alltaf búið að því að bæði föður og móður amma mín voru mér fyrirmyndir sem ég hef lagt rækt við að reyna að líka eftir og eru enn. Ég er alltaf að læra eitthvað nýtt en það sem ég hef lært hérna hjá öldrunarheimilum Akureyrar er sko, það er þessi ógnarinnar kraftur, þetta afl sem liggur í góðum starfsanda, öflugu starfsfólki og bara gífurlegu metnaði margra einstaklinga til þess að gera gott og það er svo auðvelt að vera stjórnandi við öldrunarheimili Akureyrar vegna þess að það er svo öflugt fólk. Og öflugir sem að búa þarna. Já. Íbúar, aðstandendur, það er alveg saman hvar þú kemur að því, stuðningurinn í nærumhverfinu og það er líka þess vegna sem er svo mikilvægt að þessi verkefni séu leikst heima fyrir en ekki af einhverju fjarlægu stjórnvaldi að við njótum svo mikilvæg velvildar og stuðnings í nærumhverfinu hvort sem við erum að tala pólitík, einstaklinga, sjálfboðaliða eða félagasamtök. Halldór S. Guðmundsson, framkvæmdastjóri öldrunarheimila Akureyrar, þakka þér fyrir komuna. Takk sömuleiðis.